Heil og sæl, kæri hlustendur, og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Viðmælandi minn í dag hún Anna Sigurðardóttir, sálfræðingur og stofnandi og eigandi Samkenndar. Ég alveg ótrúlega glöð að vera búin að fá þig hingað til mín. Vertu velkomin. Takk fyrir og bara yndislegt að vera boðið. Mér langar svolítið bara að við bara dembum okkur strax í spurningarnar og mér langar svolítið að byrja bara að kynnast Önnu. Hver er Anna? Mjög góð spurning. Ég spyr með þessu reglulega. En allir nýjasta myndin af mér, svona sem ég sé sjálf að mig, ekki svo að ég bara svona, ég svona lítil skotta sem hefur verið rosalega lánsam í lífinu og var rosalega mikil íþróttastelpa og dansari sem að bara allt gekk mér í hag og lífið blómstraði og hefur svo sem alltaf gert. Og var fyrst engaþjálfari í 20 ár og starfaði sem Evrópukennari víða með Evrópu líka. Ég man sko eftir þér hoppandi og skoppandi með stærsta smitandi bros sem hægt er að hafa. Takk, já. Maður var alveg ágætur þarna og náði að miðla frá sér einmitt þessari gleði og hreyfingunni og það hefur alltaf verið svolítið mitt hjartamál að miðla einmitt velíðan eða gleði eða hlátri eða tilfinningum og það var náttúrulega það sem ég var að upplifa í dansinum líka þegar ég var í dansinum. Síðan fór ég úr þessu yfir í sálfræðinám þegar mér fannst einhvern veginn sem ég langaði svo að vinna meira með allar þessar kvillar sem vera að angra fólk sem voru kannski að koma timmin í líkamsræktina. Mér fannst þess að ég ætti að fara að vinna meira með orsökin en afleiðingana. Það var ástæðan fyrir ég fór í sálfræðinám og á meðan ég fór í sálfræðinámi þá kynntist ég manninu mínum, eignaðist 5 börn, fór í háskólanám, byggði hús og ýmislegt gerðist í lífinu, mjög skemmtilegt og spennandi líka en einmitt ekta svona ofur kona sem ætlar að gera allt í einu og maður hugsa ekkert út í það þá. En já, þannig svo náttúrulega þetta fatta ég þegar ég var búin að læra sálfræðina að það er engin ein leið að bata eða að heilsu og það hentar fólki mismunandi að fara hvar því hentar að fara inn að vinna með heilsuna. Að það er ekkert alltaf, hendur ekkert alltaf öllum að vinna með hugafarið, þú getur byrjað á hreyfingunni eða mataræðinu og þannig að, þannig í dag er ég svolítið svona bara, heilsufrík á alla hliðar, sérstaklega andlega og svo náttúrulega eins og að því ég var svo hraust, svo misti ég heilsuna 2017 og hefur að vinna mig upp úr því. Þannig að fyrir mér í dag er ég svona bara svona mjög mikill warrior, ég upplifði mig svona miklu sterkar í dag sem mannesku heldur en ég leit á mig áður fyrr og ég er bara svolítið stolt að því. Það er frábært. Og næstlegt. En hvernig myndir þú skilgreina sálfræði, eða sálfræðing, að mér er svolítið gaman að skilgreina hluti. Já. Hvert er svona aðal bara markmið eða sálfræðings? Þetta er alveg óbúslega góð spurning, en það er mjög erfitt að svara en það er kannski vegna þess að við eigum í rauninni að geta verið svo margt. Við eigum að vera þessi hlustandi, við eigum líka að vera fagaðileg til að leiðbeina og margir vilja lýsa sálfræðingi sem í rauninni svona leiðsögumanni sem að leiðbeini þér í átt að hjálplegri hegðun eða hugafæri til að þér líði betur í einn skinni og einn lífi. Þannig að kannski leiðsögumaður sé besta orðið en að því að stundum erum við allt, við erum líka stundum erum við fyrirmyndir sem uppalendur til þess að kenna fólki uppbyggilegri samskipti og þá þurfum við líka að sýna það í viðtalinu og við erum líka mennsk þannig að það gengur líka ekki alltaf upp og við erum líka þetta hvetjendur og stuðningsaðilar þannig að þetta er vítt starfsheiti en alveg óbáslega gefandi leið og það er krefjandi, bara óbáslega gaman að vinna við þetta og leiðinni fær maður að skapa með skjólstæðingunum, bara hvert eigum að fara og hvaðan kemur þau og hvað henda þér. Þetta er yndislegt starf. Það er gott. Það er gott þegar maður finnur að maður er á réttri hillu. Já, það er það, virkilega. En hvað er heilsa fyrir þér? Eða bara skilgreining eins og þú upplifir hann í dag? Já, það hefur nefnilega breyst að því að heilsa fyrir mér þegar ég hafði líkamlega heilsu og ég náttúrulega var mjög lánsum með það alveg upp til fertugs að þá var heilsa fyrir mér var líkamlegt treysti og hitt bara fylgdi með, þá var ég bara glöð og mér fannst það bara hreyfing var mitt geðlyf við öllu
og og þetta þá mataræði með því, en ég hef svo sem aldrei, ég svolítið sykur tönn einmitt, já, við erum fleiri að já, en svo eftir ég veiktist þá líti á heilsuna sem heildræna, að þetta í rauninni, þú veist, ég finn svo mikið mun á mér að ef ég með hugarró, þá upplifir við smikla ró í líkamannum og sefun og slökun og leið finn ég líka, ef ég stunda líkarsrækt eftir getu í dag, þá upplifi ég gleði. Þannig að mér finnst í dag ég að vefja þessu svona saman og líka fallegum og góðum mat, þannig að, og inn í þessu rauðasvefnin og þú veist, maður getur talið upp endalust og þú veist, og líka að þetta margþætt, að umvefja sér fólki sem næri mann og sækja í, til dæmis ég sæki miklu meiri einveru, það hefði enginn trúið hér áður fyrr, að ég myndi sæki þögn og einveru en já, þannig að fyrir mér þetta orðið miklu meira heildrænt en það var og já, bara skilur eftir sig mikla svona hugar og sátt í hjarta og huga, svona innri frið. Viltu segja okkur eitthvað frá heilsumissir? Það er náttúrulega mjög alvarlegt. Já. Viltu eitthvað segja okkur frá þinni sögu? Já, það var þetta var svolítið, það voru margir þættir sem unnu saman, en þetta byrjaði á því að 2013 þá missi ég dóttir mín í fæðingu og hún fæðist andvana vegna ljósmóðumistaka og það veldi við förum í svona ákveði kæruferli með það. Og ég fyrir ekki að ísa hvernig ennþá. Já, þetta nefnilega auðvitað, ég tala þetta eins og ég tala uppskrift, ég byrst afsökunar, en fyrir þá sem að hlusta, því auðvitað þetta stórt og mikið erfitt, en ég er náttúrulega búin að vinna mikið úr þessu í dag og í dag tala ég mikið þetta við aðra sem hafa mist og miðla því áfram og bara hvernig hægt að lifa með því og eiginlega bæði það að fara í kærumál olliði líka, maður hangir svolítið í reiðinni sem þannig að eftir að hyggja þá, þú veist, ég alveg efins endilega það hafi verið rétt mín vegna, þó svo að í gegnum kæru vinnuna og þá fekk maður auðvitað bætur til þess að vinna upp heilsubrestin. Maður fekk líka að koma áleiðis breytingar á meðgöngu reglum fyrir konu 40 ára eldri, var 3 reglum breytt og umönnun var stífari sem ég rosa þakklátt fyrir að dóttir mín kom til leiða og ég, við saman. Svo það hafði áhrif á hennan að það myndaði svona heilsubrestur og bara uppsöfnun streitu. En óna það náttúrulega það að ég sem karakter svo mikið dúer og einmitt svona svolítið eins og ég sé þig, svona orkubolti, ofslega kröftu og bara finnst gaman að vinna og opbóðslega ástríðufull í því sem ég geri. Og þannig ég náttúrulega þetta fór að vinna samt á fullu og fannst ég vera að leggja sorgina svolítið til hliðar en var ekki átt að maður væri að grassera þarna undir og var auðvitað að vinna í eina hluta til en þetta er náttúrulega stórt fyrirbæri að ná utanum. Já og svo þannig ég vinn í rauninni of mikið, þú veist þannig að álægið og streitan sessoldi líka mann ón á það. Nú í kjálfari líka veikist pappi, hann fær greinst með MND og lamast og deyr svo stutt setna og mamma fær krabbamein og þá voru líka svona eins og bara lífið kannski. Þannig að það enda allavega á því að 2019 þá heimitt talandi hvað maður getur verið ótengdur sér að þá var ég í júní 2019 þá var ég búin að vinna 50% í 2 ár og var farið að leiðast svo að vinna 50% en var samt í rauninni ekkert skárri og jafnvel orðin verri líkamlega ég fekk verki í mjaðmagrind og bara í alla liði sem var bara stóðkjörsverkir út af áfalli þannig að leiðist svona á líkamann nema það að þá ég í júni að ákveða að fara í doktorsnám bara í haust, ég sagði svona, mér leiðis vel bara í doktorsnám hringin í HR og aðtökunar námsrákjaði var og búin að ákveða hvað ég ætla að fara að læra fer síðan viku seinna í viku þögla hugleyslu viku í Bretlandi þar sem ég bara þögul í viku dásamlegt það var dásamlegt, ég skal segja þér þetta var minn stærsti Everest lífsminns. Þetta var magnað, enda einmitt aftur hlóðu vini mínir, ætlaði þú að þegja í viku? Heyrðu, eftir þessa viku, þá
þá heyrði ég náttúrulega svo vel í líkama mínum og ég heyrði svo vel í tilfinningum mínum og hjarta sem öskur á mig bara, Anna mín, nú skal þú stoppa. Akkurat. Og bara taka pásu og fara hlúa þér. Þannig ég bara fór heim, mér segi í hérna á flugvellinum áðan í flug heim, hringdi ég í yfirmann minn, hringdi í manni minn og tilkynnti öllum að ég var komin veikindilega. Og ég var svo stolt leið ég var sorgmætt og samt svo fann svo innra með mig hvað þetta var rétt ákvörðun. Svo þá fór ég veikindilega alveg og hérna var frá vinnu í 2 ár. Já. Og náður á þessum 2 árum þá að vinna þig hægt og rólega tilbaka? Já, það var í rauninni sko, einmitt það sem svo magnað, þegar maður fer að viðurkenna veikindi þá oft versna þau. Af því það eins og þá opni maður á tækifæri fyrir líkamann til þess að í rauninni segja hæ, við erum hér, þú ert búin að vera hunds okkur, en nú höfum við leyfi og þá bara birtist einmitt verkirnir geta versna. Það líka sorg sem maður þarf að fara í gegnum, eða fer í gegnum og stundum skömm yfir að viðurkenna veikindi sín. Og það getur oft gert líðanana verri. Svo já, þannig, en ég var svo heppin að vera einmitt með góða fagaðila, sálfræðing, sjúkraþjálfara og þannig að það bara, já, og það tók mig samt, svo fyndi það var einmitt fagaðilan sem ég hitti, þú voru löngu búin að segja, Anna, þú verður að hægja á þér, þú verður að hægja þér og ég held að bara, ég er löngu búin að hægja mig, ég er hægt að lyfta þungt, en ég var samt að lyfta, ég er ekki að hlaupa, en þetta þýddi svo miklu meira en það. Þetta þýddi bara bókstaflega hættu að lyfta. Já. Bara farðu í vatn og bara, þú verður bara að leyfa líka að anda. Þú veist, þetta var ótrúlega mögnuð upplifun að líkaminn stoppaði mig og þá kem ég mynda því að hreyfing var geðlifið mitt í öllu og það var það sem ég varst erfiðast. Hún datt út. Að já, ég hafði ekkert til þess að losa tilfinningar mínar með. Ég kunni ekki neitt nýtt verkfæri. Þannig að það var eiginlega erfiðast svona tilfinningarlega var að bara hvað að gera við eirðarleysi, hvað að gera við pirringin, hvað að gera við einmitt allt þetta. Og hvað gerðurðu þá í staðinn fyrir hreyfingu? Þannig að það sem ég varð að gera fyrst náttúrulega var að því sko það er erfitt að lýsa þessu sérstaklega kannski þess með sem er gott að ég á upptökur af mér. Vinkona mín hvatti mig til að taka upp. Hún sagði bara þetta verður seinna eitthvað sem þú veist munt geta nýtt þér á einhvern hátt eða sérstaklega fyrir sjálfa þig og mikilvægt að eiga. Og málið semst það að þetta var það slæmt að ég átti erfitt með gang. Ég átti erfitt með að ganga bara úr herbygginu mínu inn í eldhús. Ég gat ekki staðið upp rétt og ég gat ekki vakna á mótnana til að gefa börnunum mínum borða. Ég gat ekki sett í uppþvottavél og þá bara fekk það mikið verki með mér að ég festist. Ég gat ekki farið að versla í matinn, því ég gat ekki tekið upp úr körfunni. Og þetta var svo yfirgengilega mikið og ég gat, upptökaði mér það sem ég tala. Og ég tala svo þoglumælt og svona eins og ég sé hálf bara dópuð, því ég er svo sljó en ég er bara þarna upp í rúmi opbáslega búin á því. Var þetta þá bara fljótlega eftir að byrja í veikindilega? Já. Og þarna bara líka mér bara í rauninni alveg að fyllist það og ég man að mér var illt í húðinni og ég man að mér fekk svona sting í augun og sting inn í eyrun ef einhver var til dæmis að tala um mig. Og þetta var svo erfitt að lýsa þessu, þetta er svo óbúslega svona ekstrím upplifanir að því að taugakerfið er svo óbúslega þanið og viðkvæmt að það er engin buffer til að verja mann fyrir áreitum. Jafnvel þó áreitin séu bara mamma viltu gefa mér ristabrauð. Akkurat. Að sem betur fyrir þá var maður minn með mér í liði og átti að sjá að þetta væri alvarlegt og við vorum svo lánsum að við vorum nýbúin að vera í hjónaráðgjöf hjá einmitt geðhjúkrunarfræðingnum henni Margréti Grímsdóttir sem er einmitt að vinna með streitu og heilsu hælinu heilsu hvað heitir þetta? Stofnun, já, hver hælið að hún aðstóð okkur svo mikið og líka hann ég að skilja að þetta er umverulegt, maður er ekki að því maður er náttúrulega líka hræddur maður sé bara orðin eitthvað snar, hvað er að mér og það er oft það sem að gerist fyrst, maður verður hræddur við sjálfan sig
og líka hvað verður mann, þetta bara orðið mitt líf og þá náttúrulega verið bara 45 ára eða eitthvað, þú veist, ég bara dottin í þessu hólu ég sem hélt, þú veist, ég ætla að gera þetta og þetta í lífinu og líka einmitt að upplifa sjálfsmyndina að bara, ég allt í einu mamman sem sef til hádegis, þú veist, ég ætla ekki vera þessi mamma, þú veist, ég vildi vera fyrirmyndin þeirra, en núna ég bara upp í rúmi, þannig að þessi vinna og öll. Og ofan á að líða svona þá náttúrulega ákveði sorg og áfall að missa heilsuna. Já, það nefnilega. Það nefnilega van svona metið að það rosalega áfall að því að sjálfsmyndin okkar svo tengd vinnu starfsheitun okkar. Þannig að leið og þú getur ekki sinnt starfsheitinu þínu, eða þau sem þú menntaði til eða vinnu við, að það tekið af því, þá svo oft sem við situm uppi sem ekkert, ef við upplifum okkur þannig, ég ekki að segja sér rétt, það ekki holdt og ekki gott fyrir okkur, en við höfum nefnilega tamið okkar að við erum vinnan okkar, eða við erum hreyfingin, eins og sumir, þú veist, hafa heilsu til að hlaupa þessi marathon eða eitthvað svona, svo þegar eitthvað kemur fyrir að missa heilsuna, þá búið að taka allt af þeim upplifaðir. Þannig að það fer að stað bara opaslega mikil uppbygging með það, með sjálfsmyndina og auðvitað bara að mæta líkamanum þar sem hann svona stokkbólgin og þá ekki minna það sást engin bólga sko, heldur þetta bara viðkvæmni í húð og liðum og öllu, auðvitað bólga í liðum en ekkert svona eitthvað útvortis, að bara milda þetta, koma ró á líkamann og svo núna ég fyrst byrja að lifta og það 2023 og ég veikist þann 2019 og ég fyrst að byrja að lifta núna og guð það dásalegt það bara þá annar litla komin aftur ég bygghennarinn sem ég kynntist fyrst örgulega eða sáði, hvenær var þetta kringum 2000? Fyrr, 90? Nei, fyrr. Já, það ekki. Jú, kannski. Jú, 97 var ég var eitthvað. Einmitt. En allavega þá bara takk fyrir að deila þessu því að mér finnst þetta skipta svo miklu máli fyrir þetta umræðuefni upp á þetta, þeir sem að hlusta kannski hafa mist heilsuna þóttir hafa ekki alveg þetta er náttúrulega mjög alvarlegt eins og þú lendir í en margir að missa heilsuna hvað þú veist, eiga þeir að gera til að komast tilbaka og það einmitt máli, mér finnst þetta svo góði punktur hjá þeir að sko, og mér finnst það líka mikilvægt það svolítið það sem ég reyna að miðla áfram að það skiptir ekki máli hver orsökin sko orsakir þess að við missum heilsuna geta verið svo bara jafnmargar og við erum mörg og og það svo mikilvægt við sem ekki samkeppni þannig að það þarf ekki að hugsa já en ég mist ekki barn, akkur ég þá samt bara að missa heilsuna af því að það þarf alltaf sko hvern og einn fyrir sig og taugakerfi og sögu hvers og eins einstaklings og við fæðumst öll með mismunandi næm og viðkvæm taugakerfi sem ekki okkar val og lendum í umhverfi sem ekki okkar val sem hefur áhrif á þessa mótun taugakerfisins. Þannig að það að við setjum kannski upp í veik, hvort sem 15, 20, 40, 50, 60, 70 ára eða ekki, sko, þetta líka happdrætti. Þú veist, þetta ekki bara þú að borða holt og hreyfa þig þá sleppur þú. En það getur auðvitað hjálpað og ekki líkurnar. En það getur kannski ekki komið veg fyrir ef að grunnur þess að taugakerfi næmt fyrir og uppeldisaðstæður líka voru kannski meðandi fyrir svona næmt taugakerfi. Að þá erum við auðvitað hættari fyrir eða viðkvæmri fyrir að lenda í heilsubrest. Og svo auðvitað auka einhver áföll eða eitthvað svona sem eru svona stærri hlutir. Þannig að yfirleitt það fyrsta sem að, við þurfum að vinna með þegar við lendum í heilsubrest að komast yfir skömmina. Það yfirleitt og sorgina. Og margir sem að lenda í heilsubrest sem eru oft þetta mjög duglegt fólk og kunni ekki annan að vera duglegt í að gera, duglegt í að framkvæma og þá heyruru að það alls og ég var svo dugleg í að hreyfa mig að þegar ég misti þá getu þá hafði ég engin önnur verkfæri. Þannig að við þurfum að vera fjölhæfari á að vera dugleg að gera ekkert, eða dugleg í að hvílast, eða dugleg í að sitja kyrr í þögn. Fólki finnst þetta náttúrulega skelfilegt og upplifir bara pirring og eirðarleysi. Og ég svo glöður segir þetta, ég sem sagt að kenna jóga hérna í MH, það hluti af íþróttunum og mjög vinsælt val
og þar reyni ég einmitt að sko taka alltaf í hverjum einasta tíma í lokin slökun eða núvitundaræfingu eða öndunaræfingu. Þannig að þau hafi þessi bjargráð. Já. Ef þau lenda einhvern tíman í einhverju, bara margir að glíma við, þú veist, kvíða og streitu og alls konar, því miður, alltaf mikið ungu fólki að glíma við það í dag, en að kunna líka gera ekki neitt. Nákvæmlega. Að sitja í 5 mínútur og gera ekkert, það er bara margir sem er erfitt með það. Já, og þetta er bara gott að heyra því að þetta er svo dýrmætt. Vegna þess að sko líka ef maður pælir í því eldri sem við verðum, þannig að getan okkar verður minni. Þannig að mögulega verður staðan svo að við munum þurfa að þola betur við í að gera ekkert án þess að endilega eitthvað vera að leiðast. Já. Og það nefnilega munun er eins og sem að einmitt mér var kennt að ég man að þegar vinkonum mína hættu að eiga sín börn og ég á einn ungan ennþá þá man ég að ég segi hvað ætla ég að fara að gera? Þá þarf ég að fara að hugsa um mig. Ég trúi ekki að hafa sagt upphátt en það var bara líku eirðaleysi sem við hendum í fleiri börn sko, og að það er einmitt þetta hvað ég að gera og kvíða fyrir að tækla sjálfan sig. En já, þetta er nefnilega magna verkfæri sem að þú ert að kenna og það er dásamlegt að heyra að því að þetta er svo mikil styrkur að geta að þola við og meira sér að þola við að vera pirraður í hugleiðslu. Þú veist, að læra að þola við í sama hverju sem er. Já. Ég, sko, viðurkenni alveg, ég átti mjög erfitt með þetta. Já. Og bara ef ég tek, sko, núvitundaræfingar eða hugleiðsluæfingar, þá, sko, meðan það skemmtileg samlíking sem einhver sagði, ímyndaður, það sé bara sem svo hundur eða hvolpur í bandi. Nákvæmlega. Hann er alltaf að hleypa í burtu, þú bara kippur aftur í tauminn. Já. Og þá þú veist, ertu komin aftur og svo hleypur hann aðeins í burtu, svo bara kippur aftur í tauminn og það er allt í lagi. Að leyfa hugsunum bara að koma en að leyfa þeim líka að fara. Já. Ekki dvelja við þær. Það er kannski bara þessi núvitund. Já, þetta er mjög flott líking. Við notum einmitt mikið líka. Af því að það fólk er oft með rangkömyndur hvað núvitund er. Eða hugleiðsla er. Hugleiðsla og svo auðvitað marga tegundir. Að til dæmis ég á erfitt með svona sjálfstæðar, það sem ég sit bara og er að tala um mig sjálf, nema ég sé reyndar að mambla einhverja möndurur. Það sem ég er að peppa mig áfram annarkvort bara þetta verður allt í lagi, þú ert alveg í góð eða slaka nú bara á eitthvað svoleiðis, en ég nota rosa mikið það sem að mér er sagt fyrir verkum þú veist, það sem þá eru hugleiðslega leiðandi. Já. Og maður þarf að finna, ég meina ef ég segi bara við skjólstæðingið einhvern segi ég mæli með hugleiðslu, þá er það svolítið eins og þú myndir segja, ég mæli íþrótt. Þetta er yfirheiti og fólk fattar ekki að þetta er yfirheiti á svo opbáslega miklu fjölbreytileika af nálgunum. Þú veist, það er hægt að sita alein í klukkutíma og bara einmitt að þjálfa hugurinn kemur, hugur fer. Eða hvert fer hann og sækjan. Svo líka, þú veist, einmitt slaganir eða djúpslaganir eða líkamskönnun og svo víðrið. Einmitt. Mér finnst það virka rosa vel að skanna líkamann. Já. Bara frá toppi til tá er mjög hægt að róla. Já. Þá einhvern veginn. Og fyrir svona virkt fólk, svona íþróttafólk, þá er það oft besta leiðin að fara inn í líkamann. Af því að íþróttafólk er svo tengt líkamanni sínum, þannig að þessna er það svo góð leið. Og þeim sem einmitt eru uppteknir af hugsunum sínum, þá reynum við að tengja þau inn í líkamann til þess að koma sér frá huganum, að þeim leið og fer í líkamann því hann er kyrr, hann er í núinu og þá róast oft hugurinn. En svo þegar við fólk sem er svo íþróttalegt að það veit eitt hvernig líður, þá fyrir við kannski með líkamann láta stoppa þess á svona magasvæðinu eða hjartasvæðinu. Svo sjá hvort það finnur einhverju tilfinningar þar. Skemmtilegt. Já, þetta er svo skemmtilegt. Og eins og með öndunaræfingar, það er hægt að hlusta á eina öndunaræfingu hérna í hlaðvarpinu. Já. Ég er með svona litla heilsumóla. Æðislegt. Og hún er bara nokkra mínútur. En þá ert að telja á einöndun, þú ert að telja á fráöndun. Og við það að vera að telja, þá getur ekki hugsað um neitt annað á meðan. Nákvæmlega. Og það er svolítið góð núvitundaræfing líka. Já, það er mjög sniðugt. Já, gott að heyra. Mér finnst svo gaman að fylgjast með þér á Instagram. Það er svo ofbáslega margt fróðlegt sem þú varst að segja. Takk fyrir það. Og ég hvet fólk til að fylgja þér Anna Psychologist. Já, Anna Psychologist held ég. Já, ég veit ekki. Nei, ég hef ekkert fylgst með því nýlega. Ég get sett linkin hérna með fylgjandi. Já. En það sem mér finnst svo ofbáslega áhugavert og ég hef líka mikið pælt í, af hverju er svona erfitt að breyta hegðun okkar? Þótt okkur langi til þess. Já. Af hverju er þetta svona erfitt? Þetta er æðislega setning.
það var meira að segja sko áfangi í háskólanum í Danmörku og mastersnámi nákvæmlega þetta. Heill áfangi. Já, og ég skrifaði mastersritgerð mín þetta. Nú við getum tekið kannski 5 minútur. Já, 5 minútur, þú fær 5 minútur, já, elsku besta. Þetta nefnilega, mál að þetta nefnilega svo, þetta bara eins og allt með heilan líkamann og mannskepnuna. Þetta svo flókið, þetta flókið og einfalt, en mál að við erum svo sjálfvirk, við svo mikið vana dýr og þú hefur heyrt þetta 1000 sinnum, en þú veist, það talaði hvað, 95-80% af því sem við gerum við án fullra vitundar, án fullra meðvitundar, án þá mikillar orku sem veldi og þetta svo einfalt fyrir líkamann að endurtaka. Og mér finnst svolítið gott að tengi þetta við svona taugabrautirnar, að þú veist, eins og flest okkar kannski, þú veist, tampustum okkur eða að hvernig hefur pælt í hvernig þú tampast það, byrjaru uppi í efri góðum vinstra megin og mjög líklega veistu það ekki, ef þú veist að þá er það undantekning, en oftast vitum við ekki hvernig við byrjum en við gerum þetta samt alltaf eins, að því að þetta bara orðið sjálfvirk hegðun, þannig að þú tekur eftir í næstu tampustæði. Og líka eins með sturtuna, ég meina við förum sjálfur, hvernig tekka þú á hitanum á sturtuna, gera það með hendinni, tánni eða rassinum eins og krakkandi gera og stekku síðan út af því það er á kallt eða heitt. Og þetta líka þessi sjálfvirka hegðun, þannig að ef að ég myndi til dæmis, já, ef ég held aðeins áfram með þetta með taugabrautirnar, þannig að það rauninni það sem búið að gerast að við erum með svo marga fyrirvara eða tryggjara í undanfara, eins og bara segjum að núna klukkan eitthvað að degi til, þá er þessi birta að degi, þá er það strax búið að láta líka með vita hvað er framundan. Skilur, bara það eitt og sér. Þannig fyrir utan það að ég keyri inn götuna, það er ákveðin tryggja, hvað er að fara að gerast, þetta er þessi tími dags, skilur, og svo eða lykt, eða og svona ýmislegt. Þannig að það er svo margt, þetta er svona keðjuverkun sem er svo stór og við köllum þetta mynstur hegðana sem festast saman í hegðuna mynstur. Þannig að þegar maður alltaf breytum mynstur, þá er svo erfitt að brjóta upp keðuna vegna svo hún er svo margirleggir. Akkurat. Og þannig að nú tala eins og þetta sé vonlaust sem er alltaf skelfilegt en það er það ekki, en þess að nefnir þetta er svo oft kent að byrjaði að gera eitthvað að bæta einhverju jákvæðu inn en ekki að taka eitthvað sem er gamalt út af því það er svo erfitt að gleyma því sem er gamalt af því en hægt og rólega geta íst út en ég hef oft líkt þessu við sko að einmitt að þessar taugabrautir að segjum að þú hafir alltaf gert eitthvað ákveðins og þetta tannburstaði og byrjar upp í efri góðum vinstra megin ég ofta að teka þessu sjálfum kvöld og svo hefur alltaf gert það svo ætla ég að biðja að fara að byrja hægra megin í neðri góm sko, eða bara segjum eins og bara þú skrifa með hægri að þú ert rétt hend ég ætla að biðja að fara að skrifa með vinstri og segjum eins og þannig mér langar innilega að fara að skrifa með vinstri og þarna er ég ekki búin að taka af þér hægri hendina, hún er ennþá möguleg það er það sem líka vandinn ef þú myndir missa hægri hendina svo brútali, þá væri náttúrulega ekki val þá verður þú bara að nota vinstri en þarna oftast þurfum að breyta hegðun eins og heilsuhegðun þá ertu ennþá með valið að borða óholt það er ennþá fyrir framæði, það er ennþá í búðinni það er ekki búin að taka það fjallaða ok, þú veslaði kannski ekki inn en þá bara óvart veslaði það í bensinstöðinni eða það er í vinninni og þannig að ég sé oft þannig að prófa að setja pennan í vinstri hendina já, ég er búin að því, ok og þá fyrsta lega er þetta óþægilegt og þú ert ekki vöni þannig að fyrst sem þú gerir þóttu að hefur sett pennan í hendina og setja hann aftur í hægri og byrja að skrifa bara til að flýta fyrir að þetta er eðlilegt út fljótar að þessu þannig að svo að muna eftir því þetta er svona eins og að ganga í snjó því að ef það er djúpur snjór og þú ert búin að ganga alltaf sömu leiðina þá ertu búin að þjappa snjóin þannig að þegar við byrjum að þróa nýja taugabreytir eða nýja hegðun og nýja keðju mynstur hegðana að þá er það svo við sem að labba í nýjan snjó sem er hátt upp í mitti það verður óþægilegt og það er vesen einmitt þá þurfum við að nota einbyttinguna og það er að klifra yfir hennar snjó og það verður kalt, það er breyting þetta er ekki að þægilegt ég kannski einstein langar þetta tekur svo á og þetta tekur orku þannig ég hoppa alltaf yfir á gamla göngustíðin að því það er þægilegra þar til ég aftur man að ég vildi þetta ekki, ég vil ekki þessa braut, þannig ég hoppa aftur og hinn. Þannig að við skulum ekki halda að þessi fyrir bí. Þannig að við erum alltaf að þjappa nýja braut, við erum bara hægari að því. Já, tekur bara smá tíma. Já, og ef við ætlum og það er það sem skipt svo miklu máli sem er svo mikið kent í dag finnst mér, sem er svo fallegt,
þessi samkenda nálgun í þessu að þú ert ekki að berjast við eigið aga, þú ert að berjast við taugakerfi sem þróað í aldra eða alda sem að sko hefur þróast í gegnum, öru og alda að sko taugakerfi sem mótað þennan hátt, þetta bara eins og færibandavinna og þú ert að breyta færibandinu. Mjög erfitt. Það erfitt, það hægt en þá ef að þið mistek sem þér mun og þú munt gera það sýnduðu skilninga því þetta ekki sjálfsægin sem múst að takast á við. Þetta heilt taugakerfi og vanakerfi heilan sem hvernig það vill vinna. Fólk heldur oft bara að það sé með svo lélegan sjálfsaga. Já. Það oft svolítið vandamál og brýtur sjálft sér niður og þú veist, í staðan fyrir að sína sér mildi. Já, og það sem að líka eitt sem við uppgötvað því ósáttur sem þú ertu þig, þannig að því verð grípur þau í hjálplegri hegðun. Þannig ef þú lemuðu niður eða skammast í þér fyrir að hafa ekki gert eitthvað, þá eru minni líkur og þú farir í hjálplegu hegðunina. Okay. Af því að þvingun mun ekki, þetta bara eins og ógn. Þannig að þá þetta orðið ógn að fara í hjálplegu hegðun. Já. En hún þarf að vera mildileg og orkan þín þarf að vera jákvæð í garðinar svo þið detti hún í hug. Já. Sko, maður hefur svo oft lesið að það taki 21 dag að breyta venjum og bla 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 og svo maður heyrti þetta oft. En svo heyrði ég einhver staðar og mér fannst það svo miklu, ef ég sletta hans, miklu meira sens að þetta tengist allt tilfinningum. Já. Þannig að ef þú ert að breyta einhverja hegðun og hún vekur upp góðar tilfinningar, þá líklega að þú endurtakir hana. Já. En ef hún vekur upp neikvæðar tilfinningar, þá líklegt að þú endurtakir hana ekki. Þannig að þess vegna er svo mikilvægt segjum bara þið langi að fara að hreyfa þig, að þú gerir eitthvað sem vekur upp jákvæðar tilfinningar, til dæmis bara að byrja því að fara út að ganga í 1 mínútu. Það þarf ekki að vera meira, bara þú fórst út og þá leiðir þér allt í heyrðu vá, ég óslega stolt að mér, ég fór út og hvað gerist ef þú ætlar bara í 1 mínútu, þú fer kannski í 5 mínútur og það verður enda stoltra því að þú gerir meira en þú ætlaðir að gera. Nákvæmlega. Bara svona pínu lítil skref í átt að einhverju, en svo flott að þú útskýrir þetta samt með að tróða snjóin, þetta svo skýrt. Já. Að tróða nýja taugabreytti tekur náttúrulega líka tíma. Já, það gerir það og þetta einhvern veginn, maður má ekki halda því að maður þekkir þetta svo úr líkasrættinni og þeim bransa að fólk var að koma, það tók þjálfun í 3 mánuði, náðu einhverjum árangri, hvort sem var í styrk, oftast var það kíló, fólk var upptekið því, auðvitað eru við það líka bara en að svo koma kannski hálfári setna eða ári setna aftur og þá leiði eins og vera aftur, bara af hverju fyrir alltaf aftur á sama stað og þá alltaf henni útskýrð, þú ert aldrei að fara aftur á sama stað, þú ert alltaf búin að tróða þennan snjó, en nú eru bara að fara að halda áfram, við erum kannski aðeins að dusta efsta lagið af því sem var komið og það eins með hugarfar og þess vegna eins og þetta með samkendan nálgun og að tala við sig uppbyggilega, ég lærði það þegar ég var í náminu 2009 byrjaði ég að þjálfa þetta að tala til mín af hlýju og hvatningu í staðin fyrir að gaggrina mig. Það hefur náttúrulega ekki hægt, einhver gömul gaggrinu rödd mun alltaf lifa með mér, en hún mishávær og því betur sem ég hef einmitt þróað þessa nýju samkenda rödd og marka þessi nýju spor í snjóin samkendar, þá ég alltaf auðveldar að sækja hana. Þannig í dag á ég miklu auðveldra með það að mæta gagnrýni röddinni og róana í staðin fyrir að vera ef að gagnrýni röddu kemur og ég sé svegt út í það, þá versnar hún. Það gefur henni orku. Já. Það sem, hvað segir hann alltaf Guðni Gunnars, það sem að þú veitir athygli vex og dafnar. Já. Ef þú veitir neikvæða hugsun athygli þá vaksa þær. Já, ef þú veitir jákvæða hugsun athygli þá vaksa þær. Já. Það alltaf gott. En hvernig lærum við að setja okkur sjálf í fyrsta sæti? Já, spurning. Ég með ógeðslega leiðilegt kommentir þess. Mín upplifun svo að við gerum ekki nefnum lendum einhverju vegg. Það ógeðslega leiðilegt að segja. Að því að ef þú ert ekki upplifað sársauka eða óþægindi í því sem þú ert að gera, þá ert ekki að fara að breyta því. En þegar þú ert búin að fatta það, að þá mitt bara þetta ég held það sem ég myndi vilja kenna börnunum mínum og ég vilja læra fyrr að læra að hlusta betur á mig og líkama minn og læra að skilja hvað hann að segja mér betur svo ég hef getað gripið inn í þegar áður en ég brást við sjálfvirt af einhvers konar lærðum viðbröðum eða kannski til að brjóta mitt upp viðbröð. Þannig að segðu aftur hvað varst að spyrja mig um?
Hvernig við lærum að setja okkur sjálf í fyrsta sæti? Já, að því að ef við erum ekki þannig að við höfum lært það, þá það náttúrulega í uppeldi okkar og við höfum þá líka taugakerfi okkar hefur þá valið fyrir okkur að það væri ekki annarkvort í lagi að gera eða það væri ekki það væri ekki í lagi eða það ekki í boði og þannig að þá þarf maður auðvitað bara að byrja á því að skoða hvaðan það hvaðan kemur sú rödd að ég geta ekki vinna með hana eða tilfinning og kannski svolítið að sættast við að hún gömul. Hún kannski ekki svo sem ég í dag. Í dag mitt og ég þekki þetta sjálf að mamma mín náttúrulega, þú veist, af 10 systkinum og ólst upp það sem var, þú veist, móðurinn og konan átti að vinna og hún sagði mér eins og frá því hún hefur lagt sig einhvern tímann eftir hún var búin að eignast 3 börn 23 ára og var sinna heimilishaldi og allt þetta og þá hefur pabbi tekið mynda henni þegar hún lagði sig og hún var svo, skammaði sín svo að hún reif myndina. Hún sagði mér þetta einu sinni vegna þess að ég náttúrulega þegar ég veiktist þá þurfti ég að vera alltaf að leggja mig. Já. Og það var rosalega erfitt að komast yfir þá tilfinningu, skammar tilfinninguna, hvað ég væri með mikill aumingi og leið og ég var að reyna að styðja þá hugsun að ég að standa með mér, ég að hlúa að mér, ég að setja við fyrsta seti og ég má það. Og það sem var líka svo magnað og svo aðdánavert var að ég horfði á mömmu sem hafði skammað sín alla ævi fyrir að vera löt ef hún hvíldi sig, sá hann að berjast við þessar 2 hliðar. Hún horfði á dóttur sína veika, vildi að hún hvíldi sig að hún vissi að það hefði hún gott af. Henni leiðinu öskraði röddin í henni, þetta í lagi? Já. Þú veist, þannig að, og þetta var bara óbúslega skóli og við gáttum rætt þetta og þetta var, þannig að setja sig í fyrsta sæti, maður bara kannski fyrsta skrifi líka að spyrja sig hvað mér allavega mikilvægt að byrja á. Þú veist, þannig að það verður ekki á yfirþyrmandi og þannig að til dæmis segjum að finnist ég ekki að hafa neitt pláss í lífi mínu að þá kannski bara setja niður lítinn punkt hvað myndi skipta máli og að byrja bara á hér og nú bara hægt og rólega, lítil skref eins og segjum, til þess að byrja að þjappa nýja brautir í snjónum og ég talaði það bara núna í vikunni á Instagram, ég var að tala að mér svolítið góð æfing sem notuð í ACT sem í meðferðarform þar sem að maður á að ímynda sér að maður sé að lesa minningagrein sjálfan sig. Einmitt, fólk verður oft bara, ég ekki fara að gera það. Ég sendi þau heim og segi, nú ætla það að fara heim og skrifa minningagrein þig. Og sumir bara neita og segja, ok, skrifa það bara eitthvað þig og hætta að kalla þetta minningagrein. En það snýst það að þú ímyndir að þú sértir búin að lifa bara til eins langt og þú vilt lifa, bara 8 eða 100 og þú ímyndar að þetta sé minningagrein þig hvernig þú hafði lifað og hvaða áhrif þú hafðir á samfélagið þitt, hvernig þú varst í samskiptum, bæði við samstarfsfélaga, fjölskyldu, meðlimi börn og svo framvegis, hvernig karakter varstu, hvaða gildi sá fólk sem þú hafðir í þér, sem þú miðlaðir áfram, en líka hvernig fyrirmynd varstu og síðan þegar þú ert búin að skrifa þetta allt niður, að átt að sjá hvað það sem ég vil og það að setja sig í forgang svolítið maður kannski stundum að finna hvað vil ég, hver vil ég vera og jafnvel þó ég sé kannski ekki endalega í dag þá allan að fyrsta skrifa að sjá hvert ég að fara að stefna hver vil ég verða já, hver vil ég verða og hvað af þessu ég þá allan að kannski komin áleiðst með eins og bara ég hugsaði áður en veiktist að þá var ég svo fyrirmynd barnana minna að ég var virkilega ósérhlífin ég var líka kvíðin og ég gekk fram að mér í metnaði og mér fannst ég bara vera dugleg og þú veist, ef ég var að gera eitthvað þá lærði ég fram á nótt og mér fannst ég samt var alltaf að segja þeim að þeir þyrfti ekki að vera kvíðnir en svo fór ég að taka eftir þeir voru að fá kvíðaköst fyrir próf og skildi ekkert í því ég var alltaf að segja maður verið ekki svo stressa á meðan ég var bara og þá fattaði ég mitt að það ekki sama að hvað þeir heyra og sjá þannig að og hvaða fyrirmynd hefði ég þá verið en þannig að núna eftir að ég veiktist og svona þurfti sjálf að fara í svo mikið endumat einmitt á þessum gildum að þá fatta ég í dag að ég vil ekki vera þessi ósérhlífna ég vil vera þessi sem að til staða fyrir aðra en líka setja eigin heilsu eða drauma í forgang þannig að þeir viti þú veist, vá mamma hún eldi draumanu sína þess vegna hún glöð hún upplýði svo margt skemmtilegt líka en hún var líka dugleg í vinnunni eða eitthvað svona. Þetta fallegt.
Já, en ég held að, og svo bara spyrja sig, ok, miðað við þá hvernig ég vil sjá mig fyrir mig vera, hvernig manneski ég vil vera eða hafa skilið eftir mig, hvað þarf ég að gera í dag? Hvað er gott þegar? Af því oftast er alltaf eitthvað. Mér finnst mikið tími að minni vinnu í viðtölum fara í að benda fólki á það sem það er að gera gott og það sem það er að gera sem er uppbyggilegt og að kenna þeim að nota það bara markvisst. Því við erum langflest erum að gera eitthvað sem er uppbyggilegt og tala við okkur á samkennd og hlúa að okkur á einhvern hátt og gera eitthvað sem er gleðilegt en það missi vægið að því við erum ofta efast okkur. Akkurat. Og þá ef við veitum ekki athygli eins og segir og ef við veitum athygli þá getur nefnilega vaxið. Þannig að þá sendi ég bara heim og segir farðu og njóttu þess að tannbursta í kvöld og byrja efst upp í vinstri góm. Þannig að það er kannski þessi litlu skref skipta máli. Svaraði ég spurningunni henni? Já, algjörlega. Ég fór alltaf inn að velta fyrir mig orðið samkennd, að því nú heitir fyrirtækið samkennd. Hvernig myndur þú lýsa því? Þú ert búin að nota það svolítið oft? Já, okkur er kennt það í náminu. Ég hef sérhæft mig í samkenndar meðferðar nálgun. Og og það er unni það að hafa næmni til að þróa með sér næmni til þess að nema þjáningu annara eða mín eigin og hafa þessa einlegu óskum að lina hana. Okay. Og það er samkennd, það er bæði að geta numið sársauka og líka hafa styrk og hugrekki til þess að lina hana, jafnvel með þó að þýði að fara inn í ótta eða vanlíðan. Og þannig að það er þýðing okkar á samkennd í dag, eða compassion orðinu. Og þess vegna einmitt og ég kannski fæði leiði þá beint yfir í samkennda vinnustæði minn sem er einmitt svolítið svona og að við erum einmitt núna einmitt að fara að gefa svo mikið af okkur. Ég stofnaði þetta fyrirtæki 2021 í janúar og þegar ég byrjaði þá var ég maður með rekur líka fyrirtæki og ég var svo stressuð að því ég hef alltaf verið svo skelvilega fullkunáráttu, ég hef ekki hugsað mér einhver annar gæti verið undir mér, ég held að það sé skelvilegt. Þannig að hann kendi mér að bara slaka og fara ég mitt ekki á veiðar, ekki fara á veiða fólk eða veiða þá meina ég, að hringi fólk og biðja þeim að vinna með mér. Ég gerði það fyrst en svo hætti ég því, lærði ég mitt að það er betra að fólk komi og í dag þá erum við orðnar 11, óbóðslega fjölbreyttur hópur fagaðila og ég er svo stolt af þessum hóp og ég er svo stolt af því að við saman erum að byggja upp þetta heiti, samkennd og að því að við erum sálfræðingar og markþjálfar, fjölskylduráðgjafi og atferlisfræðingur, uppeldisráðgjafi og jógakennarar og ég sá alltaf fyrir mér að þetta væri staður þar sem að maður myndi geta gengið inn og væri bara svona einhvern veginn umvafin hlýju og væntuþykju og leiddur áfram í einhverju vellíðan, hvort sem með einhverju meðferðagreiningum, sálfræðinni eða með einhver stuðning með fjölskyldunar eða með jóga eða einhvers konar hugleiðslur og alls engin börn. Hljómar dásamlega. Já, ég var bara, þetta verður ekki fyrir börn og því miður. En við erum að fara að stað núna, við höfum árlega gefið á okkur til samfélagsins. Í fyrra vorum við að styðja þá sem átti erfitt með í desember og núna ætlum við að bjóða upp á bara opna opin fræðsluerindi og jógatíma allan október. Já, og við bara allar að gefa vinnuna sína og við náttúrulega allar að springa úr ástríðu og græðir enginn á því. En jú, allir sem mæta. Já, ég er að segja það. Þeir sem mæta og við bara, þetta er bara svo gaman að vinna með fólki sem að finnst gaman í vinnunni. Og bara, en samt ekki heldur að ganga fram af sér, minnum okkur það. Og það hefur við eiginlega alla sameiginlegt að við erum allar að læra af skólalífsins og erum allar að hjálpa stað. Það eru svo sætað mig að segja alltaf, Annette, alveg vissum að þú viljir gera það, hefur þú orku í það? Ég hef aldrei upplifað svo dásamlega umhyggjusemi á starfstað. Yfirleitt er fólk bara, já, getur þú ekki gert það? Þannig að mér finnst þetta dásamlegt. Gott. Já, ég hef komin á góðan stað. Þegar fólk leitar til sálfræðings, það verður yfirleitt alltaf tengt tilfinningum. Það ekki?
ég fór eitthvað hugsa við erum búin að tala þú veist, sorg og gleði og samkennd og allt þetta það vaknaði sérst einhver svona hugsun hjá mér bara veist, og að ég hef heyrt að tilfinningar bara eru og en tilfinningar geta samt verið svo sterkar að það heltaka mann og er það kannski svolítið það sem þið eru að hjálpa fólki þá eins og þú sagðir áðan að fara inn í sorgina eða fara inn í einmitt, góð spurning vegna þess að áðan þá myndist á Guðna sem er náttúrulega bara dásanlegur og hann er einmitt að hjálpa fólki að leggja áherslu á að leggja athygli það góða og láta það vaksa. Ég þekki hans fræði ekkert meira en þetta og bara dásanlegt en málið er það og það er það sem er svo mikilvægt að við þurfum eiginlega að hafa alla þessa valkosti. Það hendar ekkert öllum bara alveg svo það hendar mér ekki að hlaupa núna en það hendar þér að hlaupa. Þú veist að en bæði er gott og málið er að það er eiginlega þannig að ég líkis ofta svona hólu og ég sé fyrir mig allt svona hólu onni í jörðina og ef að þú ert komin bara smá onni í hóluna að því í miðri hóluna er svona lítið trampolín gegnsætt, sér þetta fyrir ok, og allt sem gerist fyrir ofan trampolíni sem er í miðri hólunni það er bara svona lítið hjálpatæki sem skoppar alltaf aftur upp á jörðina og þar eru verkfæri sem virka þegar maður er ekki að fara dýpra onni í vanlíðan en þetta þannig að verkfæri eins og vertu bara jákvæður, segðu við sjálfa það sé allt í lagi, hugsaðu það jákvæð og svona, það virkar 150% á þá sem fara ekki neðar í vanlíðan og þá má ég segja, ég líti á þannig að þeir sem fara niður fyrir trampolínið þannig að vanlíðanin verður það mikil að þessi verkfæri virki ekki lengur þar eru við að vinna við sálfræðingarnir. Það er mín upplifun, það getur vel verið einhversi ósámála en það er svona mín útskýring til að útskýra skemmtileg samlíking já, að því að ég fæ svo oft kannski þeir sem er nefnilega dýbrún í hólunni koma til mín og segja þessi sagði nú bara, hugsaði bara jákvætt og hún skilur ekkit, þá segi ég skil að það er erfitt fyrir því að heyra það vegna þess að það er kannski humbúk eða algjör vitleysa fyrir þig en það er samt rétt verkfæri fyrir þá sem eru ofar í hólunni þannig það er ekki vitleysa en það er bara ekki rétt þú ert ekki að segja við aðeila sem er á þeim stað þannig að þegar við tölum að fara inn í tilfinningarnar þá er það eins og til þess að skoða því við viljum meina að hver og einn tilfinning eða það er ástæði fyrir að tilfinninga birtast þá er það þannig að þær eru afleiðingur einhverju sem þú varst að upplifa og þá spyrir maður sig hvað er þeir þá að segja þannig að til dæmis er svo bara ég hlakka til að koma að hitta því þannig ég upplifa tilhlökkun þannig hún er að segja ég hlakka til ok, og þannig en ef ég upplifa kvíða fyrir einhverju, þá spyrir maður ok, af hverju, hvað er kvíðin að segja þér fyrir hverju ert að kvíða þannig að það er eitthvað sem virkaði kvíðan og það er eins með reiði, eitthvað virkaði reiðina en þessar tilfinningar eru líka að segja okkur að þær hafa allar funksjón eins og við köllum þær hafa allar, þær eru að verja okkur fyrir einhverju og þá spyrir maður fyrir hverju fyrir hverju er kvíðin að verja mig akkur er svona kvíðin, hvað heldur eiginlega sé að fara að gerast þannig að við með í samkenndanálgunni förum við til þess að skoða dýpra hvað hver og einn tilfinning þannig hún fá í rauninni rými að því að alveg svo ég lendi í að þegar við heilsubrestinn og sorgina er að því ég var einmitt líka svo jákvæð alltaf og er að átta mig á ég er aftur að ná jákvæðinni verða svolítið þarna á efri trampolínu sem er dásamlegt að upplifa að það sem gerðist var einmitt að ég var einmitt að takast á við svo margt og ég vissi í rauninni ekkit einmitt, ég skil ekki, hvað er ángrað mig? Já, því náttúrulega, þú veist, ég skildi alveg að vera svegt yfir einhverju heilsubrest og eitthvað svona en samt, skilu, það kemur en samt, ég er nú jákvæð en samt það er ekki eins og að sé eitthvað skelfilegt af og það er ekki eins og ég hafa mist fæturnar eða ég er samt rík, þú veist, á fullt af börnum og allir elska mig, skilu, og þá fer hugurinn þarna í svona svolítið í stríð við sjálfa sig og ég er að skammast yfir því að mér líði einhvern veginn og þessi ég myndi rimma þessi sjálfsárás innan með okkur getur valdið svo mikil vanlíðan en ég bendi samt á að það geta allir sem taka eftir þessari sjálfsárás að því hún gerist að þeim ómeðvitum og þannig að þeir upplifa kannski bara slæm einkenni, bara vakna allt inn í kvíðakast á nóttinni, skil ekki þetta okkur og maður spyr hvað varstu að hugsa? Ég hugsa aldrei og það er það einmitt að því þá er þeir ekki næmir og ég hugafar og það er alveg eðlilegt, alveg svo þú ert ofurnæm og líkamlega einkenni þín að því þú ert búin að vinna svo mikið með líkamaðin
Þannig að við erum öll svona sérhæð svolítið í. Þannig að það sem að gerist var að við tókum bara tilfinningarnar afsís. Þannig að ég bara leyfði sorgin að tala og við þjálfum það svolítið upp, þannig að ég var næm á þá tilfinningu. Leyfði hann að tala og hvað hún var svekkt yfir og hvað þörf hún hafði til að einmitt komast yfir. Hvað þarf hún til þess að, hvað þurfti ég að gera til að hlúa henni. Og það eins með reiði er henni ták þess að ég er svekkt út að hafa ekki barist fyrir sjálfum mér. En ég snúði oft út á aðra. Þú varst svo dónaleg, þess vegna er ég reið. En oft erum við inn í okkur reið yfir að ég var líka svekkt yfir að ég saði ekki neitt. Og við þurfum stundum að feysa þetta, að því þegar við vinnum ekki með þessar upplifanir, þá erum við að sökka onni í þessa hólu fyrir niðan trampolínu. Og þar komum við til að reyna að hlúa að því. Og þú hefur unnið svolítið mikið með kulnun og örmögnun. Já, er það ekki? Jú. Það er náttúrulega bara, Já. Þá er fólk algjörlega langt fyrir neðan trampolínu. Já, það er einmitt, það er það er að samum þarna að kulnun og örmögnun er í rauninni afleiðing. Það er náttúrulega ekki sjúkdómsgreining, það er bara getur verið afleiðing af mörgu. Þannig að orsaki þess að fólk upplifa kulnun eða örmögnun getur verið ólík. Í dag viljum við meina að kulnun sé út af því þú ert út af vinnu eða starfsaðstæðum. Örmögnun þetta er svolítið leikur á hugtökum, að þetta sé þá einhver lífsstaða, heimilisstaða og fjölskyldusaga. En þannig ég þetta er náttúrulega unni með þetta samt svipað, þá meina ég einkennin. Og þetta er unni bara líkaminn svolítið, það má eiginlega kannski líka svo við að líkaminn og taugakerfið er í svona streitu ástand í oflangan tíma að það safnast upp svo mikið kortisol sem fer í síðan að safnast upp og valda einmitt stoðkerfisvanda eða einhvers konar sjúkdómum og þá líka þá einkennum, andlegum, geðrænum og líkamlegum og það er mismöndi og einmitt einkennalistin er rosalega langur þannig að mjög margir gæti alveg tikkið einhver box en þetta er það truflandi í lífinu og oftast með þetta það er stuttur þráður, skapbreytingar, það er líka minnisskerðing áreita þolið lítið og svo ýmsir aðrir þættir, orkuleysi og áhugaleysi. Já, þannig að þá erum við svolítið eins og að segja að batteri einstaklingsins sé sprungið. Það er komið gat á batterið og þannig að orkan sem þú safnar upp, segjum að ég og þú bara sofum báðar dásanlega svefn, séum með einhverja mælingu á því við vöknum, en eftir klukkutíma einmitt að ég fór og gefa börnunum morgumat og þú líka, þá er ég bara búin með batteri en ekki þú. Þannig að það er eins og orkuforði einstaklingsins sé orðin skertur og það þarf svolítið mikinn tíma til einmitt þessir einstaklingar þurfa að fara svo mikinn bómull og það er svo erfitt að skilja það. Eins og ég upplýða líka og ég lendi stundum í baráttu við skjólstæðinga mína við að útskýra bómulinn af því að það er bara, já, en ég er búin að minnka vinnun í 80%. Já, ok. 80% ég myndi ekki kalla það bómul. Það er svona bref, blað á milli þín og að því að það sem að líka þarna kemur líka oft fram er að ef við tölum sem orku búskap eða orku forða segjum að við ímyndum okkur bara sem eina blöðru og oftast eru þessir aðlar sem lendi í þessu eru með einhvers konar heimilishald eða fjölskyldu og fjölskylduminnstur þá og það kemur í ljós að það er þeir sem hafa upplifað örmögnuna, það er einhver fjölskylduminnstur sem eru að dreina og þá oft vilja þessi einstaklingar auðvitað vinna sem mest. Einmitt, já. Og þetta þekki ég persónulega. Þessna vann ég og vann meira. Að því líka því að margir eru upplifað að vinnan er alveg í lagi. Þannig erum við ekki þá að tala kulnun undir því hugtaki. Heldur þá örmögnun eða lífsörmögnun. Og þá er svo erfitt að fá þau til að minnka vinnuna. En maður þarf að skilja að þetta er heildar orkubúskapi sem þú hefur og ef að þú heldur áfram að vinna, jafnvel þó þið finnst það hvíld og næring, að þá ert alltaf að taka af þeim búskap sem þú þarft að eiga heima til að eiga í þessum óhjálplegu mynstrum. Þannig að ekki fyrir en stundum að minnkar allavega vinnuna sem að þú hefur rými að því að áður en eitthvað skána að vera oftast verra.
að ég var alltaf að fara að breyta mynstrinu, þá hætta að fara að þjóna barninu allan daginn að rista brauðið eða sækja það í íþróttir eða hætta alltaf að elda heitan kvöldmatt fyrir eiginmanninn og ætlast til þess að hann ger eitthvað sjálfur eða konaðinn. Það munum valda usla. Það mun vera erfitt, muni að setja hérna pennan í vinstri hendina. Þannig að hérna, það tekur á og eðlilega langar engum að fara í þá baráttu þegar maður er sprungin. En þetta er svo hugrætt fólk sem maður er að vinna með, þetta er bara dásamlegt að fylgjast með þessu og maður er bara séð svo marga hafa komið vel út úr þessari vinnu og hérna eina kannski er það vantar þetta bara stuðning í hérna heilbrigðiskerfið að styðja við þetta fólk sem er sérst ofveikt til þess að geta að fara í endurhæfingu og virk en ekki nógu veikt til þess að fara hérna kannski auðvitað ekki á örorku en kannski tímabundna. Þannig að þetta er svona vantar stuðning fjárhagslegan þannig að þau geti verið að sinna sálfræði meðferð, þú veist, líka sagt sjúkraþjálfun. En þetta er mjög skemmtileg vinna. Allt skemmtilegt ég geri. Þú er líka svo skemmtileg. Já, ég sé alltaf að læknið eiginlega helming þegar að koma, þau eru að sjá hversu klikku ég er. Það er alltaf bara, já, ok, ég er allan ekki snar og hún, þannig að það lítið yfirlega. En það er líka bara svo dásamlegt hvað þú ert búin að vera opin og hreinskilur með allt sem þú deilir, þetta er svo einlægt. Takk fyrir, já, ég er opin eðlisværi en mér finnst bara að því að það er það sem að bjargaði mér þegar ég veiktist og þegar ég fór í gegnum mínar lífsreynslur, þá var það einmitt svona aðalið sem að hjálpaði mér, þannig ég hugsaði bara ég vil vera þessi sem segir þetta er mannlegt, þetta er eðlilegt, ekki halda að þú sett ein eða einn að takast á við þetta, þá ert það ekki, en það er einmitt þessi skömm sem að heldur okkur einangrum með vanda okkar sama hvað vandin er. Þess vegna hefur þetta verið með svo mikilvægt að vera mennsk. Bara ég er ekki sálfræðingur, ég er manneska, ég starfa sem sálfræðingur. Ég er manneski nummer 1, 2 og 3, stend og fell með því og er með taugakerfi og heilastarfsemi út frá því sem því þú getur séð mig út í búð í fílu eða öskrandaugun. Það er bara því ég er mennsk, ég er ekki afsakað það og það er umulegt en það er bara þannig sem þetta er. Þannig að allir sem er að hlusta og kannski hafa mistheilsuna eða eru kannski að stefna þangað, kannski kvöknu einhverja peru núna þeir þurfa að fara að hægja á sér, ég vona það allavega. En það er alltaf von. Ó já, Jesús, ég meina ég bara hérna með mína skjólstæðinga og fylgjast með líka þeim sem ég var samferða á hælinu og líka bara ég sjálf að hérna þó svo að það líti ekkit út fyrir ég nái fullri heilsu en það er bara alltaf leið, ég er náttúrulega 50 á morgun til hamingju fyrir Takk fyrir og hérna þannig að ég hugsa bara, þú veist, auðvitað er líka mann eldast og hörna og ég ætla bara að gera eins og ég get og hérna sýna með mildi ef það eru erfiðir dagar bara lifa svolítið fallega mér langar að lifa þessu fallega lífi með fólkinu mínu og gera einmitt stundu það sem er leiðilegt eins og kannski að fara í ræktina eða eitthvað þú veist, mér finnst það gaman og mér finnst alltaf leiðilegt að fara að hérna að gera þetta fyrir mig og fólkið mitt og þá kemur gleðin og tilhlökkunin aftur að ekki gefast upp ég hef bara fulla trú á ykkur öllum sem að er að lenda í einhvers konar bugun eða þreytu að hérna bara einmitt takið smá til skrifið svolítið niður hvað er að eyða orkunum minni stundum er það einmitt dásamlega litla barnið þitt sem er líka að gefa þér orku kannski á kvöldin þegar þú svæfið það bara hvað get ég gert og allir þessi litlu skrifta sköpum. Já, bara leggja daglega inn í heilsubankan. Já, nákvæmlega. Akkurat. Alls konar. Já. Það er eitthvað sem að þú vilt segja að lokum? Nei, ég held ekki. Nei, við erum búin að Já, kofira ansið mikið. Já, einmitt. Kannski bara minna og einmitt að við erum nefnilega svolítið falin perlaðan upp á hálsum. Við erum upp á Tunguháls í samkennd og bara kíkið við í heimsókn einmitt í október og njótið og leifið okkur að degra við ykkur og miðla þekking okkar. Við erum hana fyrir ykkur og það er rými hjá okkur. Við getum tekið á móti nýjum og kannski hérna, já, bara hlúum að okkur. Við erum góðu hvort annar. Dásamlega lokaður. Takk aftur Anna fyrir að koma. Mín ánægjan, takk fyrir.